Skömm. Ótrúlega skemmtilegt fyrir brauði. Sko, ég myndi segja að skömm kemur oft upp hjá mér í tengslu við tilfinningar. Ég skammast mín fyrir það hvernig mér líður. Og oft ef ég að útskýra hvernig mér líður, þá sit ég oft inn í þann ramma og læt svona vita, herri, ég skammast mín svolítið fyrir að líða svona. Ég veit þetta barnalegt. Og því að sko, þegar við skoðum skömmina, hún á svolítið heima í æskunni. Og við erum núna búin að vera í svona stóru samfélagsverkefni eins og MeToo, þar sem við erum að skila skömminni. Við erum að segja ég á ekki að skammast mín fyrir það sem að einhver annar gerði mér braut á mér. En eftir situr samt heilmikið af skömm á öðrum sviðum. Og það alltaf að kíkja í það, ég skammast mín fyrir fantasíurnar mínar. Má hugsa svona? Má líða svona? Hvað ef ég segi það makan og makinn fer, þú veist, hann aftur að skammast sín fyrir mig. Í fyrsta lagi að skoða skömmina sem býr innra með þér, sem þú situr á sjálfan þig. Skoðaðu það, greindu það, gríftu það til að reyna að sleppa því. Að því að skömm eins og þungt grjót. Hún eins og stór bakpoki af þungu grjóti. Það erfitt að labba, það leiðinlegt og maður verður bara þreyttur. Og ég vil bara að þú losið við hennan ógeðslega leiðilega bakpoka og fyllir hann bara einhverju skemmtilegu. Og það ekki skömm að því að leyfa sér að lifa án þess að skammast sín.